Góðan daginn, ég set hér 40. fund bæjarstjórnar sem haldinn í bæjarstjórnarsal 5. 25. september 2025 og hófst fundurinn klukkan 17:05. Fundinn sitja Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, svo sem hér stendur, Hrafnhildur Hallarsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir og Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri, Jón Sindri Emilsson sem sér útsendinguna fyrir okkur og Gyða Steinsdóttir sem jafnframt ritar fundargerð. Hér eru 13 dagskrárliðir á dagskrá og því rétt að hefja yfirferð á henni. Fyrsti liður fundargerð 4. fundar landbúnaðarnefndar sem lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Engin kveðis ljós. Liður 2 skóla- og fræðslunefnd lögð fram 21. fundargerð skóla- og fræðslunefndar, lagt fram til kynningar og orðið laust. Það hefur engin kveðis ljós. Liður 3 fundargerð skipulagsnefndar frá 33. fundi nefndarinnar, lagt fram til kynningar og orðið laust. Engin kveðis ljós. Liður 4 lögð fram fundargerð 36. fundar bæjarráðs, lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Og engin kveðis ljós. Liður 5 samstarf uppbyggingu í Víkurhverfi. Bæjarstjórn samþykkti á 39. fundi sínum að hefja viðræður við Skipulag ehf. Samstarf skipulag og uppbyggingu íbúðarhúsnæðis vestan Borgarbrautar í Víkurhverfi á grunni fyrirliggjandi gagna. Bæjarstjórn vísaði samningaviðræðum við Skipulag ehf. Til vinnslu í bæjarráði og lagði til samráð við skipulagsnefnd skipulagshluta samningsins. Þá óskaði bæjarstjórn þess að fulltrúar Skipulags ehf. Fengju sem fyrst tækifæri til þess að kynna áform sín og hugmyndir nánar á sameiginlegu fundi bæjarráðs og skipulagsnefndar. Á 36. fundi bæjarráðs mættu fulltrúar Skipulags ehf. Til fundar við bæjarráð og gerðu grein fyrir áætlun sínum. Einnig var nefndarmönnum skipulagsnefndar boðið til fundarins. Bæjarráð þakkaði fulltrúum Skipulags fyrir greinargóða kynningu og fagnaði áhuga fyrirtækisins á áframhaldandi uppbyggingu í sveitarfélaginu. Bæjarráð fól bæjarstjóra að leggja grunn að drögum að samkomulagi í samræmi við umræður á fundinum og leggja fyrir bæjarráð. Þetta lagt fram til kynningar og orðið laust undir lið 5. Ragnar Már, bæjarfulltrúi, Yllistaður biður orðið. Gerðu svo vel, Ragnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta nú í annað sinn sem að þetta mál kemur inn á borð bæjarstjórnar, þó bara til kynninga núna. Þetta var samþykkt í bæjarráði að fela bæjarstjóra að leggja drög að samningi við og það lagt til kynningar hér. Ég hef nú haldið að þetta ætti nú kannski að vera frekar þá til samþykktar hér og svona kannski frekari umræðu en allt í góðu. Ég gerði athugasemdir við þetta á síðasta fundi bæjarstjórnar. Bæði hvernig auglýsingin birtist, stuttur tími á henni, eingöngu á heimasíðu sveitarfélagsins og annað því um líkt. Ég hef áhyggjur af, og ég ætla bara að ítreka hér, nefndi þeim þetta á síðasta fundi, ég hef áhyggjur af svona samkeppnismarkaðnum ef að þetta verður niðurstaðan og ég nefndi þeim líka á síðasta fundi að mér finnst nauðsynlegt að bærinn myndi með einhverju móti tryggja þá parhúsalóðir og ráðhúsalóðir í sveitarfélaginu. Ef að þetta verður niðurstaðan, eins og þetta lítur út núna, að þá stefnir í að það verði einn aðili sem að verði með allar parhús og ráðhúsalóðir í bænum og geti haft þetta muni þá kannski torvelda svolítið öðrum verktökum að byggja til að selja.
Svo annað sem að þegar maður var að undirbúa sig fyrir fundinn og var að lesa í gegnum úthlutunarreglu bæjarins, að þá á ég voðalega erfitt með að finna þessa klausu að það sé heimilt að ganga til samninga við einn aðila. Það var þannig í gömlu reglunum, man ég, en þið leiðréttið mig ef ég fer með rangt mál, í reglunum sem voru samþykktar í desember 24 að þá hafi þetta verið tekið út nema í sérstökum tilfellum. Og þá held ég við höfum verið að horfa til dæmis eins og með þörungaverksmiðju upp á Kallhömrum eða eitthvað slíkt, sko. En ég ætla bara að taka sérstaklega fram að þetta snýst ekki þetta fyrirtæki sem er að fjalla þetta. Þetta snýst miklu meira stjórnsýsluna og hvernig við höndlum með svona mál. Og svo má líka alveg spyrja sig að því, sko, ef að jarðvinnan og þessi tillaga sem liggur fyrir, ef að jarðvinna ekki meiri nema 1 meter þarna niður á fast, þá spyrir maður sig af hverju gerir bærinn þetta ekki bara sjálfur. Við erum að tala kannski gatnagerðargjöld fyrir 20 lóðum. Tiltölulega lítill kostnaður í að standa í þessari gatnagerð. Ólíkt því sem við höfum verið að fara í gegnum, það sem var kannski 7-8 metrar dýpt á götunni. Að þá setjum við svona aðeins spurningamerki við það, en þetta á greinilega eftir að koma aftur inn á borð bæjarstjórnar. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Og orðið henni laust undir lið 5. Jakob, bæjarstjórinn, gerðu svo vel. Forseti, svona aðeins að bregðast lítið við orðum bæjarfulltrúans, Ragnars Más, svara kannski eitthvað leiti til þeim vangaveltum sem hann velti hér fyrir sér. En ástæð fyrir því að þetta sé hér til kynningar er að kynna bæjarstjórn þá að þessi fundur fór fram í samræmi við það sem að bæjarstjórn ákvað á sínum tíma, og bæjarstjórn búin að vísa málum til bæjarráðs. Þannig að málið að borði bæjarráðs, en hér til kynningar að þessi fundur fór fram með skipavík og verið að vinna sér í málunum þar sem stórt mál að ræða, og þess vegna þetta hér til kynningar en ekki til afgreiðslu. Nú, varðandi lóða framboð, þá tel ég að það sé bara á forsendum, í forsendum fjárhagsáætlunarvinnu haustsins, og þannig sem að þið eru að fara að leggja drög að fjárhagsáætlun næsta árs og áætlunum til lengri tíma. Þá kemur væntanlega þetta til umræðu í samhengi við þá þennan samning og hvað þið viljið gera, sko, í rauninni þegar boltinn er hjá ykkur, hvað það varðar. Og síðan var einn punktur í viðbót sem að ég man ekki hver var. Já, úthlutunarreglunar. Ég þyrfti bara að skoða þær, en í sjálfu sér liggja þær fyrir, og það er svo sem þú getur hort á sviði svona yfir landi, og þá er til fjölmörg fordæmið fyrir því að sveitarfélög sé semja við uppbyggingar aðila ákveðin svæði. Þannig að það er fjölmörg fordæmið fyrir þessu, og það er þá bæjarstjórnin sem er þá að taka ákvarðanir að fara í þetta samstarf. Það er bæjarstjórnin sem semur reglunar. Þannig að aðalmálið er það að þessi á einhverjum jafnréttisgrunni, og ég veit að við fengum hér inn og fund bæjarráðs sínum tíma lögmann frá landslögum til þess að fara yfir þetta og lagalega heimildir og annað slíkt fyrir sveitarfélagi. Þannig að þetta er unnið í samræmi við ráðgjöf frá lögmanni. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að þetta sé að standast í rauninni þau lög og reglur sem við vinnum eftir. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er enn laust undir lið 5. Ragnar Már, bæjarfulltrúi í lista, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar,
það alveg rétt hjá bæjarstjórnum sem hann nefndi hér áðan að það væri fordæmi fyrir svona samningum. Oftast eru þessir samningar gerðir þá í svona sveitafélögum þar sem að kannski markaðsvirði er frekar lágt, lítið hefur verið byggt. Og ég fylgist nú ágætlega með þessu svona almennt yfir all landið og ef ég man rétt að þá var svona allan það sem að maður sá í fréttum að þá var held ég síðasti svona samningur gerður við verktakafyrirtæki á Hvammstanga og það var tekið held ég sérstaklega fram í fréttinni. Ég voni sér ekki að móka á Hvammstanga en mér minnir þetta hafi verið þar og þar hafði ekki verið byggt í ykkur 20 ár eða 15-20 ár áður sko, þannig að það er eðlilegt á slíkum svæðum að það sé farið í ykkur svona samstarf. En já, þetta kemur þá bara aftur til umræðu í bæjarstjórn. Takk. Takk fyrir þetta Ragnar. Og orðið er enn laust undir lið 5. Engin hvað þessu ljós, þá höldum við áfram. Í liðu 6 óveruleg breyting á deiliskipulagi. Lóðarhafar í Höfðagötu 9 óska eftir að fá að grenndarkynna óverulega breytingu á deiliskipulagi Þinghúshöfða samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga. Ragnar Már yfirgefur fundinn undir þessu lið. Málið var tekið til umræðu á 33. fundi skipulagsnefndar og skipulagsnefnd samþykkti að grenndarkynna óverulega breytingu á deiliskipulagi Þinghúshöfða vegna Höfðagötu 9 samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga númer 123 frá 2012. Tillagan skal grenndarkynnt fyrir íbúum Höfðagötu 4 og 9a. Bæjarráð staðfesti á 36. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og orðið er laust undir lið 6. Engin hvað þessi ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt með 6 atkvæðum og þessi Ragnar Már yfirgaf fundur undir þessu lið. Það er Ragnar aftur komið inn á fundinn. Liður 7 beiðni breytingar á stoppistöð. Lagt er fram erindi Vegagerðarinnar varðandi breytingar á stoppistöðum strætisvagna í sveitarfélaginu. Þann 1. janúar 2026 mun nýtt leiðakerfi landsbyggðarvagna verða tekið í notkun og er hluti af því að gera breytingar á einstökum stoppistöðum víðs vegar landið. Til stendur að færa stoppistöðuna frá Ólís að íþróttamiðstöðinni. Málið var tekið til umræðu á 33. fundi skipulagsnefndar og nefndin gerði ekki athugasemdir við breytinguna og bæjarráð staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar á 36. fundi sínum og orðið er laust undir lið 7. Og enginn gerir athugasemdir við stoppistöðar. Bæjarstjórn gerir ekki athugasemdir við fyrirhugaða breytingu á stoppistöð strætisvagna í sveitarfélaginu. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Ragnar Már yfirgefur fundinn undir lið 8. Liður 8 varðar hóla 5a, breytingar á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag. Hér er lögð fram að 9 tillaga breytingu á aðalskipulagi Helgafellssveitar frá 2012 til 2024 og 9 deiliskipulagi í landi hóla 5a. Tillögunar hafa verið auglýstar í samræmi við 1. málsgrein 30. greinar og 1. málsgreinar 40. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Skipulagsfulltrúi lagði fram á 33. fundi skipulagsnefndar umsagnir og athugasemdir og bókun að svari við athugasemdum. Nefndin samþykkti svör við umsögnum og athugasemdum við aðalskipulagsbreytingu og tillögu að deiliskipulagi að lokinni auglýsingu og lagði til við bæjarstjórn að hún verði samþykkt og að aðalskipulagsbreytingin og deiliskipulagið taki gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda og verði send Skipulagsstofnun til varðveislu í samræmi við 32. grein og 42. grein skipulagslaga númer 123 frá 2012. Bæjarráð staðfesti á 37. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar
Og orðið er laust undir lið 8. Engin kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir að fyrirliggjandi deiliskipulag og tillögu að aðalskipulagsbreytingu að lokinni auglýsingu og að aðalskipulagsbreytingin og deiliskipulagi taki gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda. Bæjarstjórn felur skipulagsfulltrúa að annast gildistöku fyrirliggjandi mála og staðfestir að öðru leyti afgreiðslu skipulagsnefndar. Hver eru samþykki þessu? Og það er samþykkt samhliða með 6 atkvæðum fyrirgefið og Ragnar Már fékk að fundi undir þessu lið. Svo er Ragnar aftur komin á fundin og það kom að lið 9 stefnumörkun í sjávarútvegi og skelbætur. Lögð eru fram gögn vegna óvissu áframhaldandi úthlutun skelbóta. Endurskoðun innviðaráðherra á byggðakerfi sjávarútvegsins stendur enn yfir og hefur leitt af sér mikla óvissu hjá þeim í fyrirtækjum sem hafa á undanförnum árum fengið úthlutað skel og rækjubótum. Bæjarráð lýsti á 36. fundi sínum yfir þungum áhyggjum af stöðunni og vísaði málinu í ljósi alvarleika þess til afgreiðslu í bæjarstjórn. Þá er orðið laust undir lið 9 áður en ég les upp til samþykktar. Engin kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn Stykkishólms hefur ávallt lagt þunga áherslu á mikilvægi skelbóta fyrir atvinnulífið í Stykkishólmi og þar með samfélagið í heild. Hér er að ræða lykilhagsmunamál fyrir fyrirtæki sem stunda útgerð og fiskvinnslu í bænum og hafa byggt rekstrar grundvöll sinn á þeim aflaheimildum sem skelbótum hafa fylgt. Sjávarútvegur hefur lengi verið hryggjarstykkið í atvinnulífi Stykkishólms og stærsti hluti útvarpstekna sveitarfélagsins kemur frá fyrirtækjum sem reiða sig á skelbætur. Þær hafa því verið lykilforsenda byggðafestu í Stykkishólmi. Með því að skerða eða afnema þær er jafnframt verið að veikja rekstrar grundvöll sveitarfélagsins og samfélagsins í heild. Bæjarstjórn tekur fram að ekkert samráð hefur átt sér stað við sveitarfélagið vegna stefnumörkunar ráðherra og þeirra tafa sem orðið hafa á útgáfu skelbóta. Bæjarstjórn leggur ríka áherslu á að tryggt verði fullt samráð við sveitarfélagið í þeirri stefnumótunar vinnu. Bæjarstjórn lýsir jafnframt yfir alvarlegum áhyggjum af því að reglugerð skelbætur hafi ekki verið gefin út og svo virðist sem unnið sé að því að svipta skelútgerðir aflaheimildum með varanlegum afleiðingum fyrir atvinnulífið. Bæjarstjórn leggur því þunga áherslu á að reglugerð skelbætur verði gefin út án tafar þrátt fyrir það stefnumörkunar vinnu sem ráðherra hefur hafið og að leiðréttar verði úthlutanir vegna skelbóta á síðustu árum. Hverjir eru samþykki þessari ályktun? Og það er samþykkt samhljóða. Þá kom að lið 10, samþykkt gatnagerðargjald og þjónustugjaldskrár í skipulags- og byggðamálum ásamt lóðareglum. Lögðu fram samþykkt gatnagerðargjald, lóðagjald og fleira í sveitarfélaginu Stykkishólmi og tekið til umræðu heimild til greiðsludreifingar fyrir einstakling vegna fyrrihluta gatnagerðargjalds. Bæjarráð lagði á 36. fundi sínum við bæjarstjórn á sveitarfélaginu sem heimilt að skipta greiðslum fyrir 50% greiðslu gatnagerðargjalda hjá einstaklingum vegna byggingar íbúðarhúsnæðis, þannig að helmingur fyrir greiðslu sem greiddur á gjalddaga og skipta með í seinni hluta greiðslu til alltaf 4 mánaða, þó þannig að fullnaða greiðslu sé lokið fyrir útgáfu byggingarleyfis. Bæjarráð lagði jafnframt til að máli verði tekið til skoðunar að nýju á vettvangi bæjarráðs að árið liðnu ef tilefni þykir til endurskoðunar ákvörðunarinnar. Orðið er laust undir lið 10. Og engin kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir tillögur bæjarráðs. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá komum að lið 11, forsendur fjárhagsáætlunar 2026 til 2029. Bæjarráð lagði fram forsendur fjárhagsáætlunar fyrir þessi ár 26 til 29. Bæjarráð samþykkti á 37. fundi sínum fyrirliggjandi forsendur og vísaði forsendum til afgreiðslu í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 11.
Jakob hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Já, forseti, fyrir liggja tillögur að forsendum fyrir fjárhagsáætlun ársins 2026 og langtíma áætlun 27-29 og markar þá svona fyrstu skref í fjárhagsáætlunvinnu okkar hér í haust, ef mjög svo á vettvangi bæjarstjórnar, þá ákveðinn rammi settur fyrir kerfið og síðan náttúrulega frekar umræða tekin fyrir fyrri umræðu og síðan náttúrulega eins og venja að við förum frá ítarlegri fjárfestingar og áætlunina fyrir seinni umræðu. En ef ég stikla á stóru varðandi helstu forsendur fyrir fjárhagsáætlun 26, þá reiknað með 3,2% verðbólgu, meðvexti lána verið 2,8% raunvextir, gjaldskránar hækki 4%, önnur gjöld hækka það sem við á, launum til gjöld hækki 4,2% árinu 26 og fjárfestingarhreyfingar verði 100 milljónir og lántökur 100 milljónir næsta ári. Nú 3 ára forsendur, kjölfæri 27-29, tekjur 4%, meðalvextir lána 2,6%, gjaldskrár hækkun 4%, laun til gjöld hækkun 4,4%, fjárfestingarhreyfingar á hverju ári það bil 100 milljónir 27, 28, 29 á hverju ári, lántökur sömu fjárhæð og verðbólga 2,6, 27, 2,5, 28, 2,5, 29 og eru þessar meginhluta til þessar forsendur líka byggðar á Hagstofunni og þeim gögnum sem birtast í þjóðhagsspá og minnisblaði sambandsins. Það er að segja þær hagstæðir sem eru væntanlegar. Nú helstu markmið við fjárhagsáætlun 26 að tryggja jafnvægi í rekstri 26-29 að framleiða hlutfall verði 15% í árslok 26, veltufjár rekstri sem hlutfall heildartekjum verði hærra en 9%, að veltufjár hlutfall nálgist 0,7, handbært fé í árslok 26 verði kringum 120-130 milljónir og skuldaviðmið verði kringum 101% í lok árs, 100-103% hugsanlega og verði komið í kringum 80% árið 2029. Í rauninni þetta ekkert svo nýtt í þessu, byggt á sama grunni og við höfum verið að gera síðustu árin en síðan náttúrulega á þetta eftir að taka breytingu eftir því hvernig samtalið þróast hjá ykkur á næstu vikum. Takk fyrir þetta, Jakob, og orðið enn lust. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi Ylistans, gerðu svo vel. Já, forseti, fundargestir. Ég ætla að fá að setja smá fyrirvara við þetta. Þegar við vorum tóta fyrir bæjarráð þá runnu vel út á tíma, það var svolítið sprettur á okkur í lokin. Þannig að við vorum að ræða hluti og kannski klárum ekki alveg allt, en kannski geta að fara aðeins betur í það. Ég tek undir orð bæjarstjóra. Þetta náttúrulega sá rammið sem við setjum okkur þegar við byrja og hann kannski aðeins breytist í meðför. Og ég ætla bara að koma með smá bókul bara það sem beint vísa í þetta sem við vantar svo tökum svo brá í ferlinu. Bókulin eftirfarandi. Í forsendum fjárfestingar settur fram rammi rekstur og fjárfestingar. Eftir mikla fjárfestingar undanfarið laða fram hólaðar fjárfestingarhreyfingar á næstu árum sem skynsamlegt að vilja lækka skuldabyrði og tryggja sjálfbærni í rekstri til framtíðar. Í ljósi þess að á næsta ári virkjast aftur ákvæði eftirlit með fjármálum sveitarfélaga þarf að setja markmið fjárfestinga þannig að þau standi undir þeim viðmiðum. Uppgefin skuldaviðmið í lok árs eru frá því fyrra og eru ótímabært á þessi stíð þar sem þau geta breyst í áætlanagerð og ætti þau koma inn á seinni stigum. Veltufjár frá rekstri af heildartekjum sett 9% en við teljum að markmið þetta að vera að veltufjár standa að minnstakosti undir afborgunar lána og teljum óvart að 9% til en það kemur þá betur í ljós við gerð áætlunar. Varðandi sem sagt, þegar viðmið sem eftirlitsnefndin setur þá að veltufjár hlutfall nálgist 0,7. Við erum búin að vera með þetta þarna sem eiginlega fastan texta held ég síðan ég byrjaði. Samkvæmt eftirlitsnefndin þá þarf þetta að vera 1. Og ég held að væri skrítið að setja það fram að stefna 0,7 enn einu sinni ef það var svo að gera athugasemd við það þá ætti kannski að fara að setja það upp í þau mörk sem sett eru og skoða að koma reksturinn þangað. Ég er ekki að segja að það náist á einu ári en við ættum sannlega að stefna þangað.
Ég sendi svo bara bókurinn yfir. Takk fyrir þetta, Bríð. Takk fyrir þetta, Haukur. Orðið enn laust undir lið 11. Engin kveðsljós. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi forsendur og vísar til vinnu við fjárhagsáætlun 2025 til 2029 til vinnslu í bæjarráði og hverjir samþykkir þessu. Og þetta samþykkt samhliða. Þá kom að lið 12 lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Lögð fram gögn vegna fyrirhugaðra lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að krónur 100 milljónir árinu 2025 í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2025. Bæjarráð lagði til við bæjarstjórn á 37. fundi sínum að samþykkja fyrirhugaða lántöku og hafa þessi gögn verið send til bæjarfulltrúum. Við erum að tala lánasamning númer 250949 þessum bæjarstjórn Nei, á ekki að gefa ykkur orðilaust fyrst áður fyrir að lesa þessu rómsu. Ég held að það sé betra. Orðilaust undir lið 12. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi í lista, gerðu svo vel. Forseti, fundargestir, fyrir liggur lántakan. Ég ætla bara að taka hérna létta bókun. Lántaka ársins samkvæmt áætlun 250 milljónir. Fyrir fundum liggur önnur lántaka ársins sem upp á 100 milljónir en fyrsta lántaka ársins upp á 150 milljónir var í febrúar. Íbúðalausnin hefur varað við of miklum lántökum sem undanfarið umfram afborganir eldri lána. Besta fjárhagsins sveitarfélagsins að greiða niður skuldir, fara hóflega í fjárfestingar og forgangsraða framkvæmdaverkum. Undirritun muni greiða atkvæði á móti afgreiðslu málsins. Þetta er eitthvað íbúðalistin Haukur Garðarsson, Ragnar Már Ragnarsson og Heiðrún Höskuldsdóttir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Orðið er laust undir lið 12. Engin kveðsljós. Þá byrja ég þar sem ég hætti á hann. Bæjarráð lagði til við bæjarstjórn á 37. fundi sínum að samþykkja fyrirhugaða lántöku. Gögn lánasamning númer 250949 hafa verið send bæjarfulltrúum og bæjarstjórn sveitarfélagsins Stykkishólms samþykkir hér með á bæjarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að krónum 70 milljónum með lokagjalddaga þann 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála á lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Jafnframt er Jakobi Björgvini Sigríðarssyni Jakobssyni bæjarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Stykkishólms að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga, samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talið beiðni útborgun láns. Þá legg ég til við bæjarstjórn að samþykkja lántöku samkvæmt lánasamningi 250948. Að bæjarstjórn sveitarfélagsins samþykkir hér með að bæjarstjórn fundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að krónur 30 milljónir með lokagjalddaga þann 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Jafnframt er Jakobi Björgvini Sigríðarssyni Jakobssyni bæjarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Stykkishólms að undirrita samning við Lánasjóð sveitarfélaga, samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Bæjarstjórn samþykkir fyrirhugaðar lántökur. Hverjir eru samþykkið því? Hverjir eru á móti? Þetta er samþykkt með 4 atkvæðum hálista og fulltrúar ílista greiddu atkvæði á móti, þess 3 atkvæði á móti og 4 með. Þá er komið að minnispunktum bæjarstjóra. Gerðu svo vel, Jakob.
Forseti. Ég ætla hér að lokum að gera grein fyrir minnispunktum mínu fyrir septembermánuð 2025. Og byrjum á þessu. Mikla framkvæmdir hafa staðið yfir í sveitarfélaginu undanfarna daga, vikur, jafnvel, mætti segja. Malbikun framkvæmdir og undirbúningu fyrir þær hafa líklega ekki farið fram á neinum, en það var umfangið töluvert. Malbikun Akureyrar endaði vinnutörn sína á Snæfellsnesinu hér í Hólminum síðasta mánudag. Búið að leggja malbik í Víkurhverfi, stóra hluta Borgarbrautar, Aðalgötu, frá Bónus og fram yfir afleggjara að Búðnesvegi, göngustíg milli Sundabakar og Reitavegar, gangstíg frá Skúrnum eða gangstétt að lóð lögreglustöðurinnar eða sýslumanns, auk viðgerða hér og þar, aðalega á gatnamótum. Nú, framkvæmdir af þessum tagi fylgja óhjákvæmilegar lokanir á götum, Hávaði og Erill og hér með þökkum skila til íbúa fyrir þolinmæði og skilning á þessu raski, enda framkvæmdirnar samfélaginu okkar til heilla á bóta. Umhverfisganga fór fram dagana 15. til 18. september. Þá gekk sá sem hér stendur ásamt öðrum fulltrúum sveitarfélagsins með íbúum hverfi sveitarfélagsins eða Stykkishólms. Tilgangurinn með umhverfisgöngunni að efna til samtals nánasta umhverfi, hvað betur mætti fara í frágangi umhirðu bæjarins auk þess að miðla upplýsingum fyrirhugaðar framkvæmdir. Margar gagnlegar athugasemdir og ábendingar komu fram í göngunni og skemmtilegar umræður sköpuðust. Meðal annars voru umferðarhraði og hraðatakmarkandi aðgerðir ábyrjandi umræðinni, en einnig leikvellir og hvað mætti betur fara varðandi umgengni og umhirðu bæjarins í víðu samhengi. Og ég vil þakka öllu þeir fjölmörgu sem tóku þátt í göngunni fyrir góð og uppbyggileg og skemmtileg samtöl og allar þar ábendingar sem bárust. Við munum síðan taka þær eins og enn ég hérna hjá stjórnsýslu sveitarfélagsins og flokka þær og setja þær í vinnslu og kynna þær hér líka á vettvangi bæjarráðs að minnsta kosti. Það hafa verið bifreiðar á bak við Stykkishólmur inn og þær hafa vakið sérstaklega talsverða athygli, bæði nú í sumar og síðan nú á dögunum, þegar þeir voru auglýstir sem gistimöguleiki á booking.com, en það er ekki í rauninni sveitarfélagi sem veitir leyfi fyrir rekstri sem þessum. Rekstrarleyfi veita sýslumanni og starfsleyfi af heilbrigðiseftirliti svo eitthvað sé nefnt. Og sveitarfélagið hefur ekki fengið neina umsagnarbeiðni frá þessu stofnunum vegna bifreiðanna, en málið var tilkynnt til beggja stofnana. En sveitarfélagið hefur óskað eftir því að bifreiðanna verði fjarlægðar af lóðinni og er það í vinnslu. Nú, þegar haustið gengur í garð rennur sauðfjárbændum blóðið til skyldunar þegar huga þarf að fénu. Leitir og réttir fóru fram liðina helgi og kemur vel af fjöllum í ár. Seinni leit verður laugardaginn 4. október og réttað sama dag. Kvikmyndasafn Íslands heimsótti Hólminn síðasta föstudag 19. september og sýndi myndefni frá Stykkishólmi í samstarfi við Landsbókasafnið. Í myndefninu mátti meðal annars sjá forsetaheimsóknir, fermingu, hátíðahöld á sjómannandag og fiskvinnslu í bænum og eftir miðja síðustu öld. Sýnt var í setrinu á Höfðaborg og í Landsbókasafninu og leyndi sér ekki að viðstaddir höfðu gaman af. Á vef sveitarfélagsins má finna auglýsingar skipulagsbreytingar vegna Ágústsonsreitar og Hamraenda og Kallhamars. Tillögurnar eru nú í auglýsingum með athugasemdafrest til 5. nóvember
Opið hús verður þriðjudaginn 21. október næstkomandi í Ráðhúsinu frá klukkan 5 til 6, þar sem tækifæri gefst til þess að kynna sér tillögunar. Auk þess hægt að kynna sér og skoða gögn á skipulagsgáttinni. Þeir sem telja sig að hagsmunir gætu eru hvattir til þess að kynna sér málið og komið við ábendingar athugasemdir ef tilefni er til. Högni Bæringsson, heiðursborgari Stykkishólms, hélt upp á nýræðis afmæli síðastliðinn mánudag. Högni bauð upp á veglega veitingar á Höfðaborg í tilefni dagsins en þar var opið hús frá 3 til 6. Fjölmargir mættu til að kasta kveðja á heiðursborgarar en sveitafélagið færði honum blómvönd og kort og flutti sá sem hér stendur stutt ávarp þar sem Högna var enn og ný þakkað fyrir sitt merkaframlag til samfélagsins. Frá bæjarstjórnar og sveitafélagsins, íbúa sveitafélagsins. Starfamessa fer fram í Fjölbrautaskóla Snæfellinga 30. september næstkomandi. Þar mun fyrirtæki og sveitafélög kynna starfsemi sína fyrir nemendum skólans og öðrum áhugasömum. Opið hús verður frá klukkan 12 til 13:30 og íbúar allt Snæfellsnes hvattir til að mæta og fulltrúar sveitafélagsins Stykkishólms verða meðal annars á staðnum. Heilsudagar í Hólmurum standa nú yfir en þeir eru haldnir dagana 22. til 30. september í tilefni Íþróttaviku Evrópu. Markmið vikunnar er að kynna íþróttir og hreyfingu fyrir almenningi sem getur hentað öllum óháð aldri, bakgrunni og líkamlegu ástandi og sporna þannig við auknu hreyfingarleysi meðal almennings. Markmið sveitafélagsins með heilsudögum er að kynna alltaf góða starf sem nú þegar í boði í Stykkishólmi og jafnframt vekja athygli á öðrum möguleikum til hreyfingar á svæðinu. Íbúar eru hvattir til að taka þátt en hægt er að kynna sér dagskrána á vef sveitafélagsins. Og lokum þá vil ég vekja athygli á því að í nóvember verða 180 ár liðin frá því að Árni Thorlacius hóf samfelldar veðurfarsmælingar í Stykkishólmi sem hafa staðið óslitið síðan. Í tilefni þessa afmælis verður efnt til málþing sem verður haldið í Vatnasafninu í Stykkishólmi 11. október næstkomandi. Hera Guðlaugsdóttir á vega og vanda að viðburðinum en verkefnið er meðal annars styrkt af sveitafélaginu og allir áhugasamir eru hvattir til þess að mæta á viðburðin. En það er ekki meira frá mér að sinni. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust undir minnispunktum bæjarstjóra. Ég þakka bara fyrir fína minnispunkta. Það er alltaf svo gaman að sjá hvað það er margt sem hægt er að segja frá og í þessu litla sveitafélagi okkar. Það er alltaf eitthvað svo mikið að vera. En þá þakka ég bara fyrir einstaklega góða fundasetu og slít fundi klukkan 17:44. Takk.